Gaman að hitta þig og fá þig aftur í heimsókn. Það er nú svolítið síðan að við höfum hist. Já, það er rétt. Ég bý í útjaðri Reykjavíkur og ég kem mjög sjaldan til byggða. Ok. Hvernig þú varst að klára viðtal við blaðamann. Er mikið verið að sækja í þig af erlendu fjölmiðlum og... Ég get ekki sagt að það sé mikið en það er alltaf af og til. Ég fæ mjög mikið að beinum að koma á hinar úr þessar ástefnu til að flytja fyrirlestra og ég er svolítið þreyttur á því að þeytast að milli staða og standa fyrir framan fólk og flytja einhvers konar fyrirlestur og fara síðan aftur heim. Það er ekki, mér finnst það ekki sérstaklega spennandi. Nei. Það er miklu skemmtilegri að setjast niður með fólk og tala við það sameiginleg áhugamál. Og ég á fullt af skemmtilegum vinum sér á Íslandi sem er gaman að tala við. Og það er við sem orðaða þannig að mér finnst einhvern veginn mikil ástæða fyrir fólk af minni kynslóð að setjast niður núna og velta fyrir sér hvers konar heimi höfum við stílað í hendurnar á þeim tveimur kynslóðum sem hafa komið síðan. Við áttum að vera hipparnir sem ætluðum að koma á eilífum friði, ætluðum að útrýma eignarhaldi því allir áttu að eiga allt og allir áttu að deila öllu og það eina sem áttu að koma inn í samskipti fólks var ást og kærleikur. Og nú situr maður sér hálfri öld síðar og horfir á heiminn og þetta hefur einhvern veginn þróast allt öðruvísi. Það er að segja, ég man ekki eftir tímabili á minni ævi þar sem útlitið hefur verið svartara heldur en núna. Ímyndaðir á fyrsta degi á árás Bandaríkjamanna og Ísrael á Íran. Það er eldflaug skotið á barnaskóla og það er svona 170 litlar stelpur sem deyja. Jú, það er fullt af fréttum af þessu stríði í Íran, en mér finnst skuggalega lítið fjallað afleiðingar þess að deyða 170 lítil börn sem að höfðu ekki framið annan glæp heldur en að sitja við skólaborð í skólanum sín. Manni finnst náttúrulega að við ættum að vera komin lengur en þetta, segir mannkyn. Hverja myndirðu segja væri þá, ef við förum aðeins inn í þetta sem þú ert að tala hverja myndirðu held að væri helstu skýringarnar á því þú talar þína kynslóð og að því svo eru aðrir sem myndu segja að kynslóðin þín hafi verið fólki sem hafi byggt upp velsæld og á ákveðin hátt lagt grunn að betra samfélagi. Hver myndirðu segja væri hverjir eru í þínum huga skýringarnar á því og hvað var það þá sem mistókst? Ég held að hluti af þessi rætur sínar í því að þessi velsæld sem mín kynslóð byggðu upp, henni var ekki dreift jafnt af fólk í samfélaginu, heldur mjög ójafnt. Og það var ekki bara fé, heldur ýmislegt annað sem dreifðist ekki jafnt. Þú ert allt í einu komið með mjög stóran 100% af vestrannum samfélögum sem er mjög illa virkur að því leyti að þau passa ekki almennilega inn í samfélagið. Hér áður fyrir þá hjálpuðu verkalýðshreyfingarnar við að halda þeim sem minnst máttu sín í nokkuð góðum tengslum við sitt samfélagið. Þeir börðust fyrir hagsmunum þeirra, ekki bara launakjörum heldur öðrum. En nú allt í einu hefur verkalýðshreyfingin orðið býsna lítil áhrif á flestum stöðum. Þú tekur vinstri hlið stjórnmála, sem að ég hef alltaf litið svo á ég tilheyri, að hún hefur gjörsamlega brugðist. Vinstri hlið stjórnmála samastendur á fólki sem segist vilja hlúa að þeim sem minna mega sín í samfélaginu, en í rauninni ger ekkert annað en að hlúa að öðrum þeim sem segjast vilja hlúa að þeim sem minna mega sín í samfélaginu. Hárrétt. Og það vil svo til að þeir sem að standa fyrir vinstri hlið stjórnmála
ekki bara á Íslandi, heldur í vestrænum samfélagum, geta ekki lengur raunverulega átt samtal við það sem minna með sín vegna þess að þetta mestuleyti mjög miklu menntara fólk sem á í erfiðleikum með að finna samhljóm með því sem þeir líta á sem svona heldur ómenntaðan skríl í samfélaginu. Það er að segja að það vantar fólk þess að berjast fyrir það sem raunverulega finnur fyrir samhljóm við því sem er að gerast þessu fólki sem að á undir högga sæti og það sem gerist er að þeir sem eru fátækjastir í samfélaginu eiga minnst þessu samfélagi verða örvæntingafullir og fara að taka undir öfgafullar hugmyndur það hvernig megi breyta heiminum. Það er fólki sem í Bandaríkjunum tekur undir þannan kórum að við eigum að gera Ameríku sterkja aftur, make America great again. Hlusta á óhefta blaðurstjóðu eins og Donald Trump. Því að mann gleymist, Donald Trump er engin hægri maður í pólitík. Hann er bara óheft blaðurstjóla sem hefur raunverulega enga skoðanir á pólitík. Hann virðist stefna að mestu leyti bara í að hafa sem mest völd, geta tekið ákvörðun bara allt í að ráðast inn í ríki eins og Íran á þess að ráðfæra sig við þingið. Hvað myndir þú segja hafi gerst? Að þetta er svo áhugavert að velta þessu fyrir sig með vinstri hliðina að ég er innilega sammála þessu sem þú ert að segja. Hvað gerðist og mér veist kannski, ég veit ekki hvort þú sást þegar að Sólveig Anna og Hallgrímur Helgason mættust þarna í viðtali og Sólveig Anna endaði að tala dálítið vel yfir hausamótunum og Hallgrími og þar fannst mér svolítið sjá annars vegar vinstri hliðina sem er svona einhvers konar elítu vinstri hlið með mjög stóra blinda hlið og er hætt að berjast fyrir þeim sem minna mega sín og hins vegar kona sem að raunverulega er að berjast fyrir þeim sem minna mega sín. Sólveig Anna Jónsdóttir er ein af hetjunum mínum í þessu samfélagi. Hún er ekki, hún vil orða þannig að hún leggur ekki mikið á sig við að vera þýð og kurteis. Hún segir það sem hún meinar og það sem hún meinar á rætur sínar, raunverulega rætur sínar, sjá því fólki sem á minna mega sín og ég ber mikla virðingu fyrir henni sem rödd í íslensku samfélagi, mjög mikla. Og það vantar fleiri raddir af þessari gerð. Það vantar fólk sem hugsa eins og hún, sem haga sér eins og hún. Og ég veit eiginlega ekki hvað við þurfum að gera í þessu samfélagi til þess að hifja okkur svolítið upp. En eitt af því sem virðist vantar svolítið í þetta samfélag og ég veit þetta hljómar væmið og sérstaklega úr munni óþör eins og mín, að það sem vantar í þetta samfélagi meiri ást og kærleikur. Ég er hjartanlega sammála. Ja, og ég held að skipti mjög miklu máli. Tökum sem dæmi ég gefur eitt dæmi það hvernig birtingamynd af þessum skorti sem ég var var við bara fyrir nokkrum dögum. Þegar Læknafélag Íslands mótmælir frumvarpi til laga að vísitölutengja örorkubætur á Íslandi. Þeim fannst flest heimskulegt við það að þar sé tekin í burtu hvati fólks til að vinna að það sé miklu betra að fólk fái fjárhagslega hvöt til að fara og vinna frekar en að láta hækka framfærslu eyri sinn í samræmi við kostnaði í samfélaginu. Og að vissuleyti margt svona, að vissuleyti maður skilja hvað það kemur, skilur. Það ég man ekki hvaða 9% samfélag sem komin á einhvers konar bætur. En það má ekki gleyma því að örorka ákveðin á grunn, eða það við skulum segja að það eru læknar eða læknastjættin sem ákvarðar hvað sé örorka. Þannig ef Læknafélag Íslands finnst eins og það sé að fara of mikið fé í þessa veselingsaumingja og það verið miklu betra að nota dalt af þessu fé til að hækka laun lækna, það er sjálfsagt, það er ekki óskiljanleg löngun og það hægt að skilja
þá skoðun að það eigi að hvetja fólk til að vinna. En aðferðin til að gera þetta væri að öllum líkindum til að þrengja skilgreiningar á því hvað örorka. Þannig að það verði færri sem á örorka en þeir sem raunverulega geta ekki framfleytt sér. Þeir sem að geta ekki brugðist við neinum hvata til að vinna, þeir eiga skilið að geta framfleytt sér og þeir eiga skilið að framfærslu eirins í samræmi við kostnaði í samfélaginu. Hárið, þetta er í sammála. Hvernig myndir þú þá segja mér þannig að þú komnir í umræðum með pendúl sem er stöðugt að svinga í að sko alltaf þegar, það virðist vera lenska, alltaf þegar að samfélög sko fara langt inn í það að reyna að jafna stöðu þegnana, að þá endar það því miður í einhvers konar, ég veit ekki hvort ég á að kalla einhvers konar gamaldags. Staða þegnana á Íslandi hefur aldrei verið jöfn. Það hefur aldrei verið pendúl sem eru farið fram fyrir miðjuna. Þannig að ég held að það sé ekki ástæðan fyrir þess, en það alls konar, sko, það sem ég var að reyna að segja með þessu dæmi vístölutengingu, örorkubóta og læknafélag Íslands, að mér finnst einhvern veginn eins og læknar eiga að vera ein af þeim stéttum í samfélaginu sem bóstalega bugast af væntumþykju og samhygð með þeim sem að geta ekki framfleytt sér og eigi fyrst og fremst að hugsa hagsmunir þeirra heldur en annars í samfélaginu. Hvernig líður manni sem að lamaður fyrir neðan háls við að frétta því að samtök læknisins hans sé að reyna að berjast fyrir því að framfærslu eirina sé ekki samræmi við þarfir hans. Nei, ég ætla að vona að flest allir séu sammála þessu sem þú ert að segja núna, en spurningin er þá... Þetta mistök. Ég að segja að læknastéttin á Íslandi alveg sneisa fulla af alveg ótrúlega góðu fólki og ég ekki nokkrum vafum það að þeir eru allir raunverulega sammála því sem ég að segja í þessu að þeir sem eru raunverulega öryrkjar, þeir sem geta ekki framfleytt sér eiga að vera með framfærslu sem tengist vísitölu. En það sjá ofsjónum yfir því að þetta orðin ansi stór hópur og þetta orðin ansi mikil byrða á samfélaginu og í stað þess að vera að rísa upp og mótmæla þessu frumvarpi, þá eiga það að leggja til að við förum að breyta skilgreiningunni á því hvað það að vera öryrki. Já, ég alveg sammála því, en það sem einhvers gerir að segja hvernig hægt að, því ég alveg í grunninn, ég segi eins og þú, sko, í grunninn alveg vinstri slagsíða í mér, en það sem ég veist alltaf vandamálið þar að þá svo stutt í að ríkið sé farið að vasast of mikið í lífi þegnanna, sko. Ég algjörlega sammála því. Þannig hvernig þetta búa til jöfnuðin án þess að það endi í einhverju svona mínifasisma, sko? Sko, ég held að það sé rosalega mikilvægt að þegar maður hugsa sósíalisma í samfélaginu, að maður á sama tíma sé reiðubúin til þess að standa upp og berjast gegn því að ríkið sé að skipta sér öllum milli himins og jarðar. Mér finnst að minn sósíalism ekki flóknar en þetta. Mér finnst að það eigi að vera góð heilbrigðisþjónusta, hún eigi að vera ókeypis og þegar menn eru að mótmæla því að það sé skattlagt til að standa undir allir heilbrigðisþjónustunni og það sé hægt að nota sumt af þessu skattfé geti einstaklinga frekar nota til þess að búa til meira fé, þá staðreyndin sú að það fé sem fer í heilbrigðisþjónustuna fer ekki neitt annað. Og það sem meira þegar þú ert að borga háa skatta til þess að standa undir heilbrigðiskerfinu, þegar þú ert ungur maður, þá ertu raunverulega að borga fyrirfram fyrir þá þjónustu sem þú færð, þú ert eldri. Sammála. En ekki samtakt að segja að sé einhvers konar skipulags vandi á Landspítalanum? Já, við skulum koma að því á eftir, en ég er að tala mína skilgreiningu á sósíalisma. Númer 2, öll börn eiga jafnan aðgang að menntun, að skólum, og það eiga ekki að vera skólagjöld. Sammála. Það hefur lengst að vera skólagjöld í leikskólum sem eru skólarnir sem eru með börn, foreldra sem eiga eitthvað minnst fé að því þau eru svo ung. Og mér finnst að það eigi að leggja mikla áherslu á að fjárfesta í betri, sterkari grunnskólum, en þess að þar getur þú jafnað, þar getur þú... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.